Ída! Þetta er kannski full há. Er það? Já, það er... Ok. Það er ekki með þetta. Já, þetta er ekki lag eftir mig, sko. Þú verður eiginlega að svara þessu, þetta er þitt lag. Þetta er, ég vil það. En Chase og mér. Yes! Mjög næst, mjög vel gert. Þetta var svo skrítið, ég var alltaf tíma bara, hvaða lag er þetta? Það er dásamlegt! Já, ég hef aldrei sungið þetta lag, því ég er náttúrulega, já. Ó, ég skil. Já. Þannig að Jói fyrst er það þetta stig, sko. Já, þetta stig. Já, en ég næði 1-0. 1-0, ok, flott, til í það. Þetta var mjög cool útgáfa, þessar 5 sekundur þarna. Já, er ekki líka bara langt sinni að það heyrst það bara yfir hugan? Jú. Það er líka bara mjög langt sinni að við spiluðum það mjög oft á giggum þegar svona okkar katalógur var ekki orðinn það langur. Það var alltaf trill, sko. Ég er ótrúlega vinsælt lag. Nei, bíddu. Þetta er hérna... Þetta er hérna... Oh my god! Hausinn á mér að springa, sko. Já, ég sé það, ég er ekki með þetta. Þetta litla likk. Þetta er í átrói eða einhverjum svikkafla, sko. Ég trúi þess ekki að það sé mikið náðist, þetta er svo vandræðilegt! Ok, hérna... Er þetta þráhyggja? Nei! Einu sinni. Ég trúi þess ekki! Kannast ekki við þetta likk? Ég hef heyrt þetta. Já, ég held að við höfum heyrt þetta, sko. Við söndum þetta. Ég segi bara. Nei, ekki gera það. Ég gef okkur eitt sens, sorry. Komdu með, gískaðu eitthvað. Ég ádrói 8 tungnu, ég held sé ekki það samt. Er þetta það? 8 tungnu? Þetta er það! Ég vissi alveg! Var þetta ádróið þar? Já! Þetta er bara síðustu tónleikir. Shit, maður. Næs, ok, ég þekki lagið mitt. Þetta var fullkomið hjá þér og við erum hálfvitar. Ég náði þess að ég hannaði þessu. En ég tók eftir einu þegar þið syngið, eða rappið, sko. Vitið þið hvað 500 er? Já, ég sem mjög mikið í því. Akkur það sem ég fannst. Já. Og það er eitthvað sem ég fekk að heyra, sko, eftir 2 ára tónlist. Bara Þormóður sagði einhvern veginn við mig bara, þú verður eiginlega hægt að semja í svona litlum 500. Ég eitthvað svona, já. En svo er það kannski bara þinn stíll. Já, þetta er líka bara, svona nordískt pop. Er alltaf bara sami í þessu. Skilur, bara, til dæmis bara Húsavík, er sami í þessu, sko. Þannig að þetta er allt svona... Finn. Já. Ég er meðvitaður þetta. Ég var það vissulega ekki á þeim tíma sem var samtið flest lögin, en mörg lögin. Sko, það að spila inn í Hörpu, sérstaklega náttúrulega inn í Eldborg, sem er flottasti salur Evrópu. Sko, Eldborg er eins og hljóðfæri. Þannig að, og það er svo margir möguleikar í akústíkinni, það er bara algjört æði. Og, þú veist, æðislega fallegur hljóðfæri, svo veist mér litur svo fallegur, þannig svona lifandi gefur manni svona kraft, finnst það æðislegt. Ég næstu þá finnst mér við ekki vera qualified að svara þessari spurningu þar sem að við höfum spilað bókstaflega svona 2 hérna með við þig, en þau 2 skipti hafa verið æðisleg. Já, mjög gaman, sko. Þetta er bara vonandi að fá að spila þetta náttúrulega í framtíðinni vegna þess að þetta er einmitt, eins og segir, bara, þetta er algjörlega fáránlega frábært. Þetta er miklu skemmtilega en ég þorði að vona. Já, þetta var mjög skemmtilegt og þetta er eiginlega fáránlegur heiður að einhver sem er svona fær á hljóðfæri hafi nefnt að yfirfæra lögin okkar yfir á það, sko. Og við þakkum kærlega fyrir. Tónleikahús. Frábær staður. Já, Harpa er tónleikahús. Það er mjög rétt hjá þér. Sko, mér finnst það vera, það er bara húsið okkar allra.
og það er það sem er svo sjarmerandi líka, það er svo mikið flæði hérna inni, það er alls konar viðburðir en tónleikarnir eru þetta er fyrsta tónleikahúsið sem er byggt fyrir tónlist. Ég er mjög spenntur að fá að mæta þetta tónleika hérna. Geggjað. Það er gaman. Ætlarðu að koma að hlusta á okkur? Já, heldur betur. Ég er að segja það, ég er mjög spenntur að mæta tónleika, sko. Það er ótrúlega gaman. Nei, Harpa er náttúrulega bara menningarhóf, sko. Já. Og Harpa er svolítið svona lýsandi fyrir því að það sést svona frá mörgum stöðum bæjarins, svona frá góðum stöðum og það keyrir Sæbrautina og fleira að þetta er náttúrulega bara svona ákveðin merki svona tryggð og þetta er eiginlega bara svolítið hjarta menningar. Það er náttúrulega alltaf í takt við tíðarandan og það er ekki aldrei hægt að kvarta yfir því að við séum ekki einhvern veginn, að Harpa sé ekki einhvern veginn að endurspegla menningu ungs fólks eða bara fólks á öllum aldri vegna þess að það er bara nákvæmlega það sem er í rauninni að gerast. Það er alltaf hægt að finna sér eitthvað í þetta á öllum tíma árs og það er alltaf eitthvað til að hlakka yfir. Ég held að það sé svolítið svona mjög einkennandi. Þetta er ekki þannig að þetta sé fyrir einhverja elítu, þetta er bara fyrir alla. Hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag, hún á afmæli, hún Harpa, hún á afmæli í dag. Gæsahúð. Æðislegt, vá.